Kæru gestir, varliðar umhverfisins yfirskrift á verkefnasamkeppni grunnskólabarna í 5. til 10. bekk og hún var haldin í fyrsta skipti vorið 2007. Verkefnasamkeppnin hefur það megin markmiði að kalla eftir leiðsögn yngri kynslóðarinnar í umhverfismálum og ráðuneytið, landvernd og miðstöð útivistar og útinám standa að keppninni og skipa fulltrúar þessara valnefndina. Í ljósi heimsfaraldursins var ekki hægt að veita viðurkenningun á síðasta ári og því hún tvöföld í ár, bæði fyrir árið 2020 og 2021. Og ég vil óska nemendum í 7. og 7. bekk Húsaskóla, varliðum umhverfisins fyrir árið 2020 og nemendum í 5. til 7. bekk Foldaskóla og nemendum í unglingadeild Öldutúnsskóla sem eru varliðar umhverfisins í ár 2021. Innilega til hamingju með verðlaunin og takk fyrir að standa í umhverfismálunum, kæru nemendur. Þið eruð öll vel að þessu komin. Sko, við vorum að búa til svona plastgeymslu og við komum bara með plasta heiman og það var svo fárlega mikið af plast þarna, þú veist. Ég hafði enga hugmynd hvað við vorum að nota mikið af plasti og þetta var ekki einu sinni alltaf. Og þú veist, þetta opnaði bara mjög mikið fyrir mér augun hvað við notum plast mikið og þú veist, hvernig maður getur endurnýtt plastið. Þetta var alveg bara, wow. Við fengum gallabuxur úr Rauða krossinum. Þær voru hvítar og við byggum til svona liti og rauðkálsafa og við settum það á gallabuxurnar og byggum til alls konar hluti úr þessu gallabuxum, til dæmis pils, tösku og létum gallabuxurnar fá nýtt hlutverk. Það fara við 7000 lítrar í eina gallabuxur. Það er bara ógeðslega vatnsfrekt. 7. bekkur fekk verkefni að vinna með loftslagsbreytingar og með svona lágmyndir af mismunandi skýjafari. Voru búið til svona vorveður og 7. bekkur lærir líka mikið af þessu hvað þetta hefur neikvæð áhrif á jörðina, þessar loftslagsbreytingar. Þetta byrjaði bara með þessari þemu í skólanum og í myndmennt þá bara bjuggum við til spil. Þetta var svona eins og slönguspil og við breyttum því í þannig að þetta var flóttamannatengt. Sem sagt, krakkarnir þau eru búin að læra svona flóttafólk áður en þau náðu að gera þau spilið. Ég gerði þannig spil að þetta voru bara svona reitir og á reitunum sem eru myndir þá er það sem flóttamenn lenda í. Eitt annað verkefnið var að við vorum að senda bréf til barns sem var að reyna að flýja frá landinu sínu. Ég held að ég hef bara lært mikið flóttamenn og okkur fannst þetta sem flestum gaman og að við núna vitum hvað við erum heppin í lífinu að fá mat og vatn og geta lifað heilbrigðu lífi. Verkefni okkar sem heitir Nýtt samfélag var það að við áttum að taka 100 manns á nýja plánetu. Og svo áttum við einnig að hugsa verkaskiptingu og efnahag. Áskorunin var bara að hvernig fólk við áttum að taka með okkur. Þetta eru bara 100 manns sem eru alls ekki margir og þess vegna þurftum við að velja vel hvort við þurftum að taka 3 af þessum og 5 af þessum. Hugmyndir okkar og skoðanir hlutina hér á jörðinni og í samfélaginu fengu að blómstra í þessu verkefni. Það var svo opið og þetta var svo gaman og þetta var alveg áskorun að ímynda sér hluti og búa til nýja hluti. Við hérna í unglingadeildinni í Öldutúnsskóla viljum hvetja alla skóla að gera svona verkefni sem við vorum að gera og vekja athygli á þessu málefni sem er í gangi með loftslagsbreytingar og hverjum að henda og hverjum ekki. Við reynum að styrkja krakka í að hugsa náttúruna og hugsa flokka plast og hugsa náttúruna sína.